Hæ, ég heiti Arnór Róbertsson og þetta upplýsingartexti og ljóð mitt fyrir lokaverkefnið sköpun heimsins í Gyðingu. Í Gyðingunni úr Snorra-Eddu segir frá sköpun heimsins úr tóminu í Gyðingu-api. Þar mættust hiti frá Músbergsheimi og kuldi frá Niflheimi og úr þessu ólguðu frumöflum var reisinn Ymir til. Af honum spratt líf úr líkama hans sköpuðu góðinn Óðinn, Vili og Vé heiminn. Blóð hans varð að sjó, bein hans urðu fjöll, hár hans að skógi og hauskúpa hans myndaði heiminn. Verkefnið mitt byggir á þessari frásögn en ég lagði áherslu á eigin túlkun. Ég vildi sýna hvernig sköpun getur sprottið úr eyðingu, hvernig frumkvæði sköpun og áræði skapa nýjan heim úr engu. Þessi goðsaga speglar líka mína eigin síu á lífið að úr myrkri og hindrunum geti sprottið ný byrjun ef maður hefur hugrekki til að skapa. Í minni nálgun vildi ég halda í anda norræna, ljóðinu mínu reyndi ég að endurvekja myndmálið og kraftin úr fornum sögum. En einnig bæta við persónulegri skýrslu til nútímans þar sem nýir heimar spretta en úr óreiðu. Til að vinna þetta verkefni yfir 2 vikur byrjaði ég á því að lesa Gylfinguna vel og velja þær lýsingar sem höfðu sterkustu áhrif á mig. Og einstóðu til dæmis hvernig heimurinn verður til úr líkama Ýmis. Ég nótaði þessi atriði sem grunn að ljóðinu og vann það í nokkrum dögum, þar sem ég prófaði mismunandi orðalag og uppbyggingu. Ég vildi láta líka sýna hvernig hægt að tengja svona gamla goðsögu við lífið í dag. Síðasti hluti ljóðsins endurspeglar mína eigin sýn á það að takast á við erfiðleika og búa til eitthvað jákvætt úr þeim. Mér fannst mikilvægt að hafa persónulega tengingu og ekki bara endursegja söguna. Að lokum tengist verkefnið einkunnarorðum skólans, frumkvæði, sköpun og áræði, því ég skapaði efni frá grunni, túlkaði það á minn hátt og lagði mig fram við að gera eitthvað sem bæði frumlegt og persónulegt. Og þetta ljóð mitt úr holdi og blóði sköpun heimsins. Í Gyðingu-api þar sem ekkert var, mættust kuldi og eldur og vöktu neista. Og hríminu fæddist Ýmir, risavaxinn og voldugur fyrstu jötunin. Auðhumla hinn helga kýrin sleikti saltasteina og úr þú spratt búri hinn fyrsta guð. Óðinn og bræður hans með kraft og áræði felldu Ými og úr líkama hans sköpuðu heiminn. Blóðið hans var að sjóma ám, beinir breyttust í fjöll og dalir, hauskúpan varð að himinhvolfi og úr hárinu óx skógur við jörð. Augnhári mynduðu borg sem verndar mannkynið undir sólgylltum himni þar sem dagar rísa. Úr eyðileggingu varð líf og úr myrkrinu kviknaði nýr heimur. Líkt og úr tómi varð heimurinn til, getum við líka skapað okkar eigin leið. Úr hindrunum sprettur styrkur og úr myrkri getur nýr draumi fæðst. Í spegli forns sagnheims sé ég sköpun mína endurspeglast. Hvert orð brot úr mér sjálfum sem úr tómi mótar minni eigin veruleika. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir mig.